Reykingar eitthvað sem enginn ætti nokkurn tímann að prófa. Það sem gerist þegar við reykjum að ef við teiknum hérna munn, þá fer þetta niður barkann, sem sagt reykurinn fer hérna niður og niður í lungu, og í reyknum alls konar efni. Það virkaefnið nikótín sem flestir að sækjast eftir. En það líka tjara og alls konar eiturefni sem setjast innan á lungun, og þetta eyðileggur líka bifhár sem hérna til þess að ýta á drusli og koma í veg fyrir að komist óhreinindi hérna niður. Þau eyðileggjast, þannig að óhreinindi, önnur óhreinindi en þau sem í sígarettureyknum eiga auðveldari leið hérna niður, og lungun þau smám saman fyllast af bara drullu. Og í þessu eiturefni sem geta verið krabbameinsvaldandi. Þannig að það mun líklegra fyrir þá sem reykja að fá krabbamein annarkvort í lungun eða eitthvað staðar hérna í barkann eða jafnvel hálsinn. Í sígarettureyk líka þetta virkaefni nikótín sem fær okkur til þess að líða örlítið betur. Suma hafa misjafnt hvernig það virkar á fólk. En það sem gerist mjög fljótlega að líkaminn hættir að búa til efni sem láta mann líða vel. Þannig að frændi minn lýsti því einu sinni fyrir mig, sem var stórreykingamaður, reykti allt sitt líf og var nú ekki mjög gamall, bara dó, að hann lýsti því þannig að hann þyrfti að reykja eina stundum, 2, jafnvel 3 sígarettur stundum á morgnana, ekki til þess að sér líði vel, heldur til þess að sér liði eins og mér. Það að segja, ég reykti ekki, en hann reykti, og hann þurfti að reykja til þess að líða eðlilega, komi í veg fyrir að sér liði illa. Og það staða sem enginn vill vera í.